En hann fjallar náttúrulega í grunninn beit, og því það það sem ég verið að hugsa mesturiti. Og hvernig beit tengist inn, því ég verið að skoða beit út frá alls konar sjónarhornum. Bæði sem út frá plöntunni, út frá dýrunum, afurðunum og líka náttúrulega út frá landslagi og núna síðast kolefnisbindingu. Og það ætla ég að fókusera á þetta niður á föstudaginn þarna hjá fiskideildinni þarna niður á Króknum á föstudag, þá ætla að tala það. Það kolefnisbinding og beit. Og líka skógrækt líka. Nýju á föstudagsmorgun. Já, það er líka skógræktið, það ætla ég líka að taka þess á skógræktinni og grassleftur og svona. En þetta sé... Fyrir ég bara auðvitað. Já, fínt það er Bjarni. En ég syns að alltaf þá að tala þetta spurningi, landið var fagurt og frítt. Og þetta er spurningi sem við erum alltaf að tala að þetta hafi verið fagurt og frítt, þetta er alltaf verið þátíð. Og þessi setning klára, henni er alltaf flaggað. Í þann tíð var Ísland víðvaxið milli fjalls og fjöru. Og ég hef alltaf vaxandi væri, fengið meira og meira spurningum þetta. Ég spyr bara hreinlega, þetta er trúarlega sín hjá okkur. En tapaði aldingar og réttan. Eða er það syndi sem við erum að díla við þarna? Af því að ég spurði Sverri Jafn og svona einhvern tímann, er þetta áræðileg heimild? Það er lítið sagnfræðingar á þessa heimild, aðra sem áræðilega heimild, og hann sagði nei, þetta er eina óáræðilegur heimildur sem við höfum, þetta er ekki áræðileg heimild. En það virðist vera þessi hérna setning, hún sé áræðilega heldur en aðrar setningar í þeirri bók. En þetta er líka gegnumgangandi í gegnum Hvítubókina, Náttúruvernd, það sem að var svolítið mikið og gengur í gegnum, reyndar þegar ég fór að taka þetta aftur núna og að fletta upp aftur og finna þetta því ég ætla að bæta þess við meira, þá sé ég það að ég hafði erindi sem erfið niður í umhverfisráðuneyti því ég var að kvarta yfir þessu. Af því það var búið að taka tölvöld af þessu út og var búið að breyta. Ég hélt ég hef verið með síðust útgáfuna því trúlega hef ég verið að kvarta yfir einhverju uppkasti, en það er búið að breyta þessu tölvöld. Þetta var þessu stórkennarnarbyrðanir, þetta stórkostlega eiginmerkumyndun sem að vegna langvarandi búfjarbeitar og það var þessi lönd og gróður víðanlegt í langvarandi þungra búfjarbeitar sem að þá hafi verið væri afleiðingin verið þessi jarðvegseyðing. Og það sýnir líka að það verður lítið eða ekkert landnám eða gróðurframleysla þar sem landið er nýtt sem beitir út fyrir búfé. Þetta er nú búið að mótivisera þetta töluvert sem var náttúrulega gott og mjög vel af því þetta er í raun og veru rannsóknir sýna það að þetta stenst ekki. Þetta eru svokallaðar mýtur. Og þarna er ýmsar aðrar fullyrðingar sem komu og ég ætla þá að ekki að fara í þetta meira því þetta er búið að breyta þessu En þessar fullyrðingar, þessar óbyggður víðerni sem þetta lítt stjórnar land, þetta hafi verið þetta ósamræmi. Það er búið að segja okkur að landið sé stórskemmt vegna búfjarbeitar og þessi skemmtir heldur nokkuð stærri annars í Evrópu, en á sama tíma er þetta óbyggður víðerni með lítt snortnu landi. Og fyrir mig sem að lesa þessar setningar aftur og þetta sett á sama tíma og sama við sömu heimildirna, þá gengur þetta ekki upp. Við horfum þetta og það er alltaf verið að tala þetta síðan sökindurinn. En ég hef viljað að horfa á beit út frá miklu víðtækari sjónarhorni og vil horfa á þetta sem hluta af náttúrulegu ferli og horfa hvað beitin er að gera í náttúrulegu vistkerfum. Vegna þess að þið kannski áttu okkur bara alltaf því sem allir að það er náttúrulega beitin það sem tengir saman plönturíkið og dýraríkið. Og þetta er beit alls staðar, það er ekki bara búfé. Búfé er að gera sami svo vildýr gerði þetta áður fyrr á mörgum stöðum í Evrópu. Og svo náttúrulega erum við að gleyma alltaf þessari gífurlegu beit sem að fuglar eru stundar líka og ekki síður skordýr. Við erum með, ef við fyrir að horfa á þessar hugmyndir okkar uppblástur, þá og þessar greina sem að vitna í þetta samband og búfjarbeitina, þær eiginlega enda allar með í þessari einu heimild frá 1961 sem birtist í skólaritinu, sem ekki ritrit, ekki þessum tíma náttúrulega, og þetta svo heimild, það kannski 2-3 heimildir á milli, en það vitnað í einhver ákveðna tiltekna heimild sem ekki rannsóknargrein eða ritrind grein sem áttu vitna í eitthvað annað sem vitna í þessa.
Og það er spurning hvort það sé einn eða tveir liðir á milli, en við lendum alltaf í þessu hérna, þar sem þessi síðustu klausa, maðurinn og sögukyndir eru megin orsök þessar óhuggulegar uppblástuðs sem án afláts hefur rýrt bort dýrmæta góðurland Íslands í 1000 ár. Er einhver hérna inni sem hefur lesið þessa grein í skótaritinu? Og ég held bara þeir sem að nota þessum heimild að þeir hafa flesti lesið það. Vegna þess að þessi grein, hún fjallar ekki neitt beit. Þetta eru mælingar á þykkun jarðvegs á tilteknum svæðum og það kemur bara alltaf við og við inn í svona setningar á milli. Þarna sést hvað beitin hefur fyrir mikil áhrif. Og þessar setningar komið svo skrattur og sögum og það er ekki neitt sem það er ekki mælingar á þessu. Þannig að í raunveru þessi grein hefur kannski sem segja bara hefur aldrei fengið ritrýni eins og stendur, en það ekki hún er bara síns tíma. Og er orðin þetta hvað er 61 ár, þetta er 50 ár síðan, 60 ár síðan, þannig að ég held að það sé tími til komin að við förum að horfa á einhverjar nýrri og meiri rannsóknir. Ég ætla að gera þetta umtalsefni þessar hugmyndir af því að það sem er svo merkjandi þessar greinir það að það er ekki niðurstöðurnar eins og að standa og hann birtir þær í svona líflutum, handtöku líflutum, það segja allt annað en það sem er áreita. Og þetta er aldrei algengt að ég get nefnt fleiri rannsóknir eða fjölrið sem að gera nákvæmlega sama og ég ætla að láta það virkja milli hluta. En það er þá að gögnin er ekki að sýna það sem að verður að segja vegna sem það búið að gefa sér kannski fyrirfram hvað að koma út úr þessu og þá get bara hort á gögnin heldur bara sagt ákvæðið. Ég ætla að taka þessi tvö línur hérna þetta sem Þjórsárdalshraunið og þetta fyrir Norðurlands. Og ef við horfum að þessi línur þá er hérna ég mátti ekki verið klátt frá þessu, er prik hérna? Nei. Þá skal ég bara tala hérna á, þetta hérna er sem sagt landnámslagi hérna, þessi hérna lína, sem endar hérna, og þetta hérna er lína frá 1104, Hekla 1. Hér er hallatalan það bil sem er þá þykkun jarðvegsins, sem er þá mælikvarðan á hversu mikil uppblástur var. Það er ekki sem gerist þarna á þessu 300 á tímabili. Eða 200 á tímabili, 250 á tímabili. Það er ekki neitt aukning sem verður uppblástur. Þetta er ekki við 1104, þetta er Þjórsárdal. Flottur hérna. Og það er náttúrulega, eftir 1104 fyrir Þjórsárdal í eyðu og þarna er tonnin af ösku að flytja sig á milli, þá er það hækkandi. En þetta tekið sem markið það að þetta hafi, hversu mikið þau uppblástur yfir hafist til landa. Næsta línur sem segir líka það sama. Hérna erum við með 1500 og hérna er H1 sem er 1104. Þetta er 1104 og þetta er 1500. Hér þá erum við með hluta sem er þá fyrir landnám og eftir einstaklega landnám. Hérna er 1104 og hérna er 1500. Það er ekki fyrir eftir 1500 sem þarna fyrir eitthvað að aukast og þarna myndi ég segja að þarna ættu að skoða hvað öskulög hafa fallið þetta þessu tíma, þetta gerist. En þessi tvö línur hérna eru þá þau afleitum að þetta hafi hafist við landnám. Og það er afleitum síður út af þessu línuritum. Páll Theódórsson sem er nú komin eftir laun og er eðlisfræðingur, hann hefur verið að leika sér að skoða þetta aftur. Hann hefur ekki hlotið viðurkenningu, það er bara að taka það fram. Hann hefur verið að nota aðrar aðferðir, sem sagt kolefnisgreiningar sem er það mýra og hann hefur líka verið að benda á það að suma þessi öskulög sem hafa verið greind, þau séu greind vitlaust, þetta séu ekki rétt öskulög þannig að, og það skiptir alltaf máli ef öskulögin er ekki rétt ástulögin, þá er náttúrulega það sem er á milli öskulögana ekki rétt sett í landið heldur. En hann hefur sem sagt viljað reikna þetta aftur, með ýmsum aðferðum og hann sem sagt tekur þetta svo, hérna kannski að að hann segir að þetta sé þess að þessar hérna, einhverju hérna sem ég hef bent á, að það er ekki fyrir þetta hérna, sem sagt þegar þessi, ég setja Hekla, að það er eftir þetta öskulagbóð sem þetta fyrir aukast. En þetta er ekki þess að það eru fjölmargir sem hafa bent á þetta, en það gengur bara rask og líklega að komast inn hjá mörgum jarðfræðingum, hjá mörgum náttúrufræðingum. Og hérna segja þessi hérna, sem er reyndar náttúrulega þetta ákveð Einarsson í þessum hópi líka, að sko, we now recognize that many aspects of the traditional Icelandic environmental landnám narrative above, sem eru þessar hugmyndir hérna, are simply wrong
that others are clearly oversimplifications. Og það er þetta hérna, deforestation of uniform rapid, það er bara verið, skógareyðingin hafi verið strax eftir landnám og það sé tragedy of the commons, vegna þess að það hafa allt farið til þess að það hafi bara eðlast landið og landið var með uppástus og að það hafi sem sagt að þessi kólrun hafi valdið því að það var svo miklu minni uppskera þetta nú var síðan. Annar líka sem önnur á nálgu sem að sýnir aðra mynd líka er það að þetta er hópi sem hefur verið að skoða lífrænt sjávarsett í Faxaflóa sem er þá það sem kemur á landinu og sem er þá lífrænt en ekki bara þykknunin sjálf en þá er þetta óttalega gróðurmál sem er að fara og þeir segja increased soil erosion, reduced salinity and possibly decreased marine productivity. Það tengist beint kólnun sem að var mestaklega frá setni hluta 18. aldarinnar til 1920. Og þeir eru í þeirra rannsóknum þá eru að taka frá 1400 til 1920 og þeir sjá ekki neina uppblástur fyrir þarna einhvern tímann 1750 og sem er þá minnt þar strax 1920. Og langmesta fylgni þarna þessu aukninga á lífrænu seti í Faxaflóa er með hafís eða sem þau hitastigið sérstaklega og þá sem tengist þá líka hitastigið sem hérna sem er þá ísindexið sem er þá helsti mælikvarði sem getur tengt þetta saman. Páll segir nákvæmlega þetta sama, Páll Theódórsson. Hann sér ekki neitt uppblástur og aukningu uppblástur fyrir í raun og veru, ekki við landnám og ekki fyrir á í lok eða seinni hluta 18. aldar. Þá fari uppblásturinn eitthvað að aukast, en hafa ekki gert áður. Þá skulum við svo aftur að segja hvað gerðist þarna þá í lok 18. aldar og ég ætla að koma því aftur eftir. En við erum komið þessa nýmynd þarna að það er ekki uppblástur í landnám, það er heldur meiri fjölbreytileiki tegunda. Bæði plantaskortar við mjög eftir landnám, við erum á fleiri tegundir inn. Þannig líklega eru fjölbreytileikir að aukast. Ef við því sem og við sem þekkjum þétta birkiskóg. Ég veit ekki svona talið svo sem fjölda tegunda í mjög þéttum birkiskógi. Líklega ykkar. Þetta er þessi mjög fjölbreytilegur. Það er ekki svona plöntur. Plöntur, jú. Ég er að aðalblómur. Já, þetta Það er bara stærri tjóðum. Við erum með mælingar, ég og maðurinn minn, hann er aftur Húsafell og skoðaði var með í BS-ritgerðinni sinni í líffræðinni, þá tók hann og mældi gróður eða sem tegundafjölbreytni í 2 stigum Húsafelli sem voru þá við að vera friðað og svo 10 ára friðað. Hann gerði það 1977. Og síðan þá er hann með mælingar aftur 20 ára setna og við höfum tekið sem 2 mælingar. Þannig við erum með eiginlega mælingar og líffræðilega fjölbreytileika á svæðinu sem eru þá með 60 ára friði. Og tapið tegundunum eftir því skógurinn fyrir að breiða sér út, það var eiginlega engin skógur þegar þau verða beitar þegar hann byrjar að taka þetta og þess að þetta friðað því að þá þótti í svo illa að hraði skógurinn. Þá voru minnum þegar 22 tegundir sem var gátt í hvert svona hverju reit. Það voru 4 núna síðast. Krossmæðra, krækilyng, bláberlyng og svo heilmikið af fléttum, blaðfléttum. Mosarnir voru líka að hafa aukist á blaðfléttum sérstaklega. Þannig að þetta er það er þessi þétti, það verður alltaf dimma, myrkur í skógabotninum og það verður fáategundir sem að halda við það. Hérna er þessi grein sem að þetta séu að þetta er mjög mikið að fornleifafræðingum og sagnfræðingum. Hérna er talað um þessi 4 tímabil sem sagt tekur skógans á 13. öld. Hérna er við með þetta uppblástur og setmyndun aðalega í kjölfar stóra öskugosa. Og það er nákvæmlega sami eins og Áslaug Geirsdóttir að hennar hópur hefur sagt. Það sem þau finna er að þegar þau sjá einhvern uppblástur, þá er það sögulega í kjölfar stóra öskugosa.
Og hvað gerist við landnám líka? Hvað landslagsslagið sem meira út allt land? Það hlýtur að vera mjög stórt gos, vegna þess að það þetta rétt þegar varma. Or the soil erosion in Iceland is frequently affected with settlement. They say our reconstructions indicate that soil erosion began several centuries before settlement, whereas for several centuries after settlement there was little or no soil erosion. Þetta grein sem við Árni Daníel Júlíusson og Helga Ögmundardóttir skrifum í þetta bókakafli sem ég bara mani líka með 2006-07 eitthvað svoleiðis, svona komum 10 síðan að við gerðum þetta. Og þá nefnilega var ég búin að vera að fara í gegnum búfjárfjöldan á tilteknum bæjum. Fór í gögn á Landsbókasafninu með búfjárfjöldanum sem þá skráður 1739 þegar þeir félagar að færast um land og gera jarðabókina. Og ég fór að taka saman búfjárið, hvernig bæ. Og þá fór ég bara hlust áttum á því að þetta það var ekki fræðilegu möguleiki fyrir mig með ofbið. Þetta var fóru svo fáar skepnur. Og fór eitthvað að velta sem að fyrir mig þarna og þá fór ég að vinna dálítið mér í þessu. Og Árni var þá búin að taka saman líka og við vorum alveg saman að þetta bara stæðist ekki. Og við settum þetta saman í þessa grein hérna. En það sem var svo skemmtilegt við þetta, af því að við vorum eiginlega bæði þegar út frá þessu gögnu sem að ég búin að vera að sýna, það hefði eitthvað gerst þarna, kannski með aldamótin 1800 og það sérstaklega á 19. öldinni, að þá fyrir uppblásturinn verulega að aukast. Og það spurning við hvað gerist þessu tíðanbili. Og við erum alltaf með bóluna þarna sem gerist, eða þarna 1709, það náttúrulega sem sagt mikil sjúkdómavaldur, fækkun fólks. Árni í nýri bók, hann að taka sérstaklega fyrir svartadauðann, hann að koma þess á því á eftir. En það sem að hann kom með hugmyndir sem í þessari grein, það teikslin við þessa sauðfjársöfna til Bretlands. Og þessar breytingar af búskapaháttum sem verða mjög skyndilega í seinni hluta 19. aldar. Og Árni tengir þetta við nýlendustefnu og iðnaðar þjóðfélag, samfélag sem að nýta sér kaloríur og þarf á kaloríum að halda frá nýlendunum. Eins og að tekið náttúrulega í Karabíska hafinu með sykur og annað. Þetta var bara að við höfum lent þessu sami svo marga nýlendur og í Afríku og á Karabíska hafinu lendi að það þá eiginlega svona auðlinda nýting af einhverjum herrum sem að koma utanfrá. Og þetta birtist í okkur á þann veg að þarna Bretar að byggja upp stóru iðnaðarhverfi sín í Birmingham, Manchester og þessi stóra iðnaðarbyltingin í Bretlandi. Fólk að flytjast í borgirnar og það vantar kjöt. Og þá koma þeir til Íslands, þetta voru þessir gullpeningar sem bændur sáu þá fyrst, þeir aldrei séð peninga fyrir að kaupmenni komu. Það var ég þekkt, ég man ekki hvað hann heitir, ég á gullpening sem var á ferðinu þessum tíma. Kokkil, nákvæmlega kokkil, takk. Og hann sem sagt að kaupa fyrst, kaupur það fí á fæti og svo þessi slátur að salta í tveina að fara með þetta. Og þá sjá bændur fyrst peninga, þeir sjá í hendi sér að það sé betra að láta dilkar að ganga með lömbum sem lágt og þá farið að fara yfir afréttina. Og ég kannaði þetta sérstaklega, ég fór að fara í gegnum þessar rannar, hvað gerist þetta í sittir frá 1870 til 1900, þá eiginlega flestir afréttar landinu sem skiptum eigendur. Þeir eru keyptir, kirkjur áttu þetta, stór bændur áttu þessa afrétti, áttu viðhaflendi meira og minna. En hreppar að kaupa þetta af kirkjum og stórbúum með stórbændum seinni hluta 19. aldar til að búa til afrétti, til að koma fénu á fjall og geta þá fengið betri dilka til sölu. Áður fyrir það var náttúrulega mjólkað heima og haft í kvíum og það var lítið af fénu sem fór á afrétt. Og þið sjáu það í talningunni hérna hjá Árna og Páli, þá þetta 200 eitthvað þúsund fénu cirka 290.000 og af því helmingur sauður og helmingurinn þá myrkarær. Og myrkarær fóru aldrei í dæmi þetta bara eftir heima. Þannig að þetta eru kannski 100.000 hausar sem að flækjast á öllu hálendur og mynda uppblástur og ofveitina.
En allavega þá breytir þetta mjög snögglega svip, hættir að hafa í kvíum, hættir að mjólka, fyrir bara báðrétt og á sama tíma þessi opasla kólnum. Það svo kallt þarna í lok 19. aldarinnar að þetta þú since that destruction of the Icelandic Highlands, þarna þessu í raunverulega ekki 30 ára tímabil sem þetta gerist. Og þá fyrst þurfum við að sjá það sem við erum að tala óbreytuna í dag. Þetta gerist ekki fyrr. En það segir líka, sem að ég var líka búin að kanna og búin að vera að skoða þessu tíma gróðukort sem Ingvi Þorsteinsson gerði, byrjaði kannski 1960, 59-60. Ég var að bera saman við framvitað hvernig ég myndi hafa í kortlæðin Ingvi á þessum tíma, þekki kerfið, og ég kortlæði sjálf alltaf svona svæðum þarna 2000 til að sjá hvort maður sæi einhverjar, hvort ég myndi kortlæði geta eins árið 2000 sömu svæðin eins og ég gerði þetta þau voru gerð 1960. Og þá sá maður greinilega þær systematiska færslu á gróðurlöndunum, það sem var svona þúsættismói sem að bakmerki mikla beitar, það var búið að færa sig við kannski yfir meira mólendi og setja einhverja kjargróður og slíkt á svona stöðum. Þannig að þessir hugmynd líkum það að það sé ekki, ef landið gangi úr sér þá takir það einhverja árahundruð að lagfæra. Ég held að það sé alveg, í stóru stað þetta allt of mikið. Þetta miklu meiri sveigjanleiki í okkar náttúru og okkar gróðurfari og það gengur miklu fyrirfram. Eins og við erum bara að sjá núna svo í dag. Eftir 2000, þannig að þið sjá bara hvernig gróðurfari að breytast svo rosalega hratt. Þannig að þetta mikið fræðfróð jarðvegi víða og þessar breytingar eru miklu fljótara þetta við náttúrulega tala og þar hefur ára efa gengið mikla sveiflur í gegnum tíðina, verið meiri beit á tíðanbyrjum og minni beit og þar hefur sérstaklega Árni verið að tala þessar breytingar. Þessi bók, hún kom út í jólin og þetta 8 daginn sem við skrifum þessa grein saman og við erum reynda að koma aftur í samfélag því við ætlum að gera meira saman og það þetta hlutur til doktorsritgerðinans en hann að taka og fer í Íslenska fornbréfasafnið og búin að setja mikið út í Kaupmannahöfn og fara í gegnum skjöl sem enginn eða annar hefur farið í gegnum og skoða þróun í búsetu, fjölda á landinu og svo hvernig þetta áhrif tengir þetta við gróðurfarið. Og það sem hann kemur með sem ég heyri líka þessi sama svona hugmyndafræði þetta hefur verið í Noregi í umræðinni. Það þessi vatnaskil sem verður í íslensku þjóðfélagi þegar að svartidauðinn Svartidauðinn hafi verið algjörð vatnaskil og það hafi verið mikið, hafi verið kannski 100.000 mann sem voru í Íslandi fyrir svartidauða en það var ekki að lifa kannski nema 20.000. Það hafi verið alveg reitt gífurlegt mannfall og að landið þessi þjóðfélagi hafi verið aldrei náð sér á strik eftir það. Það hefur verið algjörða breytingar. Og þetta heyrum að þessi umræða hefur líka verið í Noregi og meira að segja tala að þetta sé ástæða fyrir því að það ekki aðalstétt í Noregi því það hrundi svo mikið í fólkið að það var ekki vinnustétt eftir til þess að vera fyrir ofan, eða til þess að vera fyrir neðan þeir sem vildi kalla sig aðal. Það var bara grundvöllur fyrir því brast og kom aldrei eftir. En hann sem sagt að tala það þarna sent 1402, fyrsta pláan og svo kemur önnur pláa 1492, sem ég hafði ekki aftur maður hefði verið svona slæm en hann telur, sem sagt tekur fjölda, það ekki til einn skjölumynd, en hann tekur það til skjölu fjölda presta og hann sem sagt tekur prestana, hversu mikið þá eftir að prestum á ákveðnum svæðum og tímabilis eftir svartidauða virðist bara ekki vera neitt prestur á Norðurlandi. Það bara virðist vera En reyndar tekur það fram að trúlega voru prestandi kannski útsettari við smitinn, heldur aðrir þeir alltaf voru úti með fólks og voru að grafa. En alltaf þetta það sem hann kemst næst. Og hann sem sagt þá segir, og það eru þá 2 ritgerðir sem eru nýlegar og sem ég hafði ekki átt á fyrir lesa þetta hjá honum, sem að sýna hvað skógurinn hefur virðist hafa gengið fram þarna á 16. og 17. öld. Og það ekki, og þetta hann tekur fjölda bæi í Svarðardal til dæmis sem dæmi, það sem voru þetta svona 50 hjáleigur bæir, minni bæir, sem meira allir hurfu og aldrei komið aftur. En hann ekki einn með það, því það kemur annar bók út núna í jóli líka, sem heitir Hnignun hvað hnignun,
og það er semst Axel Kristinsson sem þá sagnfræðingur líka, og báðar þessar bækur eru tilnefndar til verðlauna Hafþingis, sem líka athyglisvert. Og hann þó sko bara að segja að saga Íslands ekki þess mikil hörmungasaga var haldið hefur verið fram. Fólksfæð einkennir landið fremur en kúgun rányrkja og afturhaldsemi. Að þetta var bara hreinlega, sko, þessir eins og landverð, það alltaf verið, ég kendi það sjálf á sínum tíma, að verð á landi og til dæmis, hvað það setja að borga fyrir hvert land og afrikt og slíkt, þegar Öbbi fór upp á sameiginlega beitilönd, það lækkaði svo mikið þarna þegar líður á. Og þetta var að tekið sér mark það að þetta var vegna þess að landið ekki gjúr sem var ekki sem verðmætt. En Árni bendur hreinlega á það að þegar er svona fátt fólk til landinu, þá lækkar verðið það eftirspurnin orðið svo lítil. Og það eru mörg dæmi það sem hann bendir á það sem að bændur eru hrætt við því þarna á 16. og 17. öld að þeir hreinlega fá ekki fólk til þess að sitja jarðirnar. Það er bara ekki til barskapur í landinu, þetta er það fátt. Þetta sé hafður fólksfæð sem einkenndi og bendur á líka það bara að saga sig ekki hlutlega staðreynda, hún var alltaf notið í pólitískum tilgangi og þessi mynd sem við sjáum í dag og hefur verið dregin upp alltaf hjá okkur í síðustu áratugina eða ár 100-200 ár. Þetta sé hreinlega mynd sem að dregin upp í sjálfstæðisbaráttunni í pólitískum tilgangi. Að gera Danina, allt var slæmt sem kom frá Dönum og þetta hafi verið þess að þarna búið til söguleg glæstri fornöld, þessi land var sjálfstætt. En þessi saga er tilbúningur, segir hann hreinlega, sagan er allt öðruvísi. Og einbóki viðbót sem er að styðja líka þess að endurskoðun sögunar er Svarti víkingurinn, hafið þið lesið hana? Það er líka akkur, hann er þarna Berserkir, er alltaf komið aðra sögumyndir því hvað gerist, akkur fólk kom til Íslands, það var ekki bara þessir höfðingjar sem koma þegar þeir vildi ekki búa við kúgun. Það var bara fólk sem var að ná sér í auðlindir og lifa landinu. Þannig að samantekið þá ætlum ég bara að segja það að sko uppblástur á Íslandi hófst ekki landnám. Það var eitthvað mikið uppblástur fyrir landnám á tímabilinu og virðist tengjast beint eldgos og öskufalli frekar nokkru öðru. Rannsóknir bæði til tengsla milli öskunnar og hitastigs. Þetta er einn grein með þessu sem að mánin var hlutað því Helgi Björnsson, þess að þeir eiginlega veit ekki alveg stundu hvað er eggið, hvað er hænan og hvað er eggið, hitastig og öskugos fylgja stað. En þeir voru líka leiða líkur af því að setja við lækkun hitastigs þá líka jókst eldgosvirkni. Vegna þess að það sé jökullinn að pressa á skorpuna slíkt. Þetta sé ekki alveg sko óháð. Og bara benda á þetta stóra skosanda sem verður við landnám sem náttúrulega hefur haft afleiðingar í uppblástus svæðum. Og það er mitt ísöldin. Þá hefst hún og þá er þetta sama tíma mikið eldgos. Það er mjög mikið vegna þetta sé 5 stór eldgos á 14. öldinni. Og síðan er þetta þegar bendir á þetta þegar þessi á sko 13. og 14. öld. Og svo að þetta svartadauðinn og plágasveiflinn hafi gjörbreytt aðstæðum á Íslandi. Já, þetta er fyrstu hluti erindisins. Annar hlutin ætla ég að tala landslagið. Af því að landslagið sem við erum að horfa á er afleiðing hýtingarinnar og við höfum átt mjög erfitt með það hérna margir Íslendingar að líta á landslagið þessu sem við réttum augum. Við erum alltaf með þessi glerugu að það ætti að vera skógur og það sem er ekki skógur að það sé þá bara skemmt land og landið er skemmt meðan við erum ekki með skógaþekjun á því. Ég hef stundum sagt sko hvar ég að vondur að vera, hvað á þá að gera við blóðbergið og allar þessar plöntur sem eru þá svona, er þetta ekki alltaf svona eitthvað svona spísísmi, þetta er ekki beint svona, þetta hálfgerði mismunum milli tegunda, sumar tegundir eru æðri en aðrar. Ég veist eiginlega ekki við að vera þannig, en það er líka annað staðið sem ég ætla bara að benda á svona til umhugsunar að það er sko, hvað er þetta 480 háplöntur í Íslandi? Hversu margar þessum háplöntum eru skógaplöntur? Klassin sem skilna sem plöntur sem hafa vaxað bara í skógi eða skógaplöntur. Það er ekki mjög margar.
Sumar eru komnar í gjótur í hraunum, finnast það eins og burknarslíkir. En þetta sko bara samsetning íslensku flóðunar, hún segir okkur að það getur ekki hafa verið skógur hér alveg þakinn, af því þá eru svo marga tegundir sem við hafa miklu útbreiðslu sko, sem að hefði ekki þrifist og við sjáum það ekki í neinu flugbarnar rannsóknum að það sé einhver tegundir sem hafa horfið algjörlega á flóðunni. Ég man ekki þetta neinu, það er vín og einhverja svona það er ekki neina tegundir sem þeir hafi farið á flóðunni. Þannig að bara samsetningin með svona stórt hátt hlutfall af bergfræðisgróðri og gróði sem þarf opið landslag, það segir okkur að það hefur verið miklu meira opnum hér í landinu heldur en það er flóðið sig. En þessi náttúrugáðin, þetta er þetta gömul náttúrugáðin, en þetta segir þetta alltaf sko með menningarlandslagið. Sko þá er þetta með sko að þessi búseta hafi afdrifjaríkar afleiðingar, hluti eitthvað gróðs og jarðvegs, en það er nokkuð þversögn sem við jafnvel má segja að búseta hér á landi hafa haft mun minni áhrif á landslag víðast hvar Evrópu. Ég held að þetta er algjör sko misskilningur af því að í raun og veru okkur landslagið sjálf afleiðing nýtingarinnar og þetta er allt, Ísland er meira minna allt saman menningarlandslag, það er bara þannig. Og það er varla svo lóðastofið breytt á landinu sem ber ekki merki þessar nýtingar. Allstaðar. Ef maður fyrir með Evrópu, þá sér maður mjög lítið að svona land eftir. Evrópa, Skandinavía, menningarlandslag, gamla menningarlandslag sem þá þetta, þessi beiturlönd, þessi okkar landslag, meira minna alltaf horfið. Og fólk sem kemur túristar sem við komum hingað og margir þeir átt að sjá þessu. Og við finnst alveg ótrúlega merkilegt að sjá ennþá þessa mófugla sem voru algengir til þessi Svíþjóð fyrir sko kannski 80-70 ára síðan en eru algjörlega horfin núna. Lóan, spóin eru algjörlega horfin þessu löndum, horfutryggingahættu en eru stóri flokkar hjá okkur ennþá. Þetta var náttúrustofnun að benda á í sjónvarpinu daginn þegar Jón Gunnar og Tómas Greta komu og voru að benda það að skógræktar á formin væri þeim verið að ganga og höggva í þetta mikilvæga lasta sem þá bústaði fyrir stóru mófugluna sem eru bara í útrýmingahættu afstæðan sem hjá okkur og við byrjum ábyrgð á. Íslands landslag er menningarlandslag, við erum með allt saman og við erum með land sem sem náttúran og saman eru samtvinnuð. Og þetta er svona ljósmyndara sem að sjá þetta. Þetta var haft eftir honum í Viggo sem ljósmyndari að hann sem sagt kemur í Ísland og við spyrir akkur why do you come to Iceland, why do you want to come to Íslandi? The history lies in the landscape. Og þetta alveg ótrúlega sko mikilvægt og fyrir ferðarþjónustuna. Þetta bara, við erum með land sem blasir við þarna sampenning náttúru og sögu. Aðeins að bæta hvað það sem að gerast? Svona aðeins bara þessi beiting sko. Við náttúrulega erum með í svona sverði, þá náttúrulega mikið samkeppni. Plöntur að setja ná þessari, sem þetta þá í samkeppni virtu og bæði og neðajarðar. En til þess að í raun og veru að halda fjölbreytileikanum í landinu, sem þá þetta einkenni á menningarlandslaginu, sem þá klassískt séð erlendis og hér með mjög háa fjölbreytileika, marga tegundir og kvenmyndin, þá sem sagt þarna að halda svæðunum áður en það fer farið í skóg. Við náttúrulega með svæði sem við friðum það farið yfir í virkiskóg og það þessi eðlilega framvinda. En ef það rask sem þá annarkvort á einhvers konar breyt eða eitthvað sem það varda því að skógurinn á fótfestu, þá höldum við sig á svona miðsvæðis, það sem þá graslendi, mólendi og þar þá stóru tegundum haldi niðri og fleiri tegundir ná að þrífast. Sem gerði verðum að fá mikið tegundafjölbreytileika og þetta alltaf sett sem svona bara hreinlega þessi klassísku lífrit, það sem með rask hér og tegundafjölbreytileika hérna og þetta intermediate levels of disturbance, við gefa næsta tegundafjölbreytileika. Og víðast hvað við náttúrulega kjærðu, það það beitin sem að gera þetta, eldur,
sumum náttúruvistkerfum þá er þetta eldur sem gerir þetta líka sem ýtir burtu þessum ríkjandi tegundum og fleiri minni tegundum á að pesta hættur eða náttúrulega verður einhvers konar vindur eða annað. En almennt í flestum vistkerfum er beit lykilatriði fyrir þetta. Í Evrópu, sem ég var að segja áðan, ég hef verkefni í mörg ár, 10 ár, þá vorum við að skoða menningarlandslag víða Evrópu og þá fórum að átta sig á því bara fleiri hversu mikið verðmætti þetta landslag okkar er. Þetta er bara horfið. Við vorum látið skoða einhverja bletti, það sem að tegundir sem hefur verið útbyggðar áður, eins og þetta Lókasjósbróðir sem var þarna mjög algengt í Svíþjóð áður en það var bara smá blettir sem eru þar eftir og hafa notuð íslenska hesta til að beita þess að halda honum við. Og það var svona eins og þessi skólastofu líka að sé þessi blettir sem átt að passa búin fram. Þetta er allt sem að bara þetta er landslag sem vorum með áður það er meira með horfið. Og það er búið að planta eins og í Noregi þeir verið mikið planta bara einhverjum greintrám. Svíþjóð er meira með ein allsherjar plantekra. Það er ekki náttúrulega skógur þetta í Svíþjóð, þetta er bara hreinlega bara ræktaði skógur, þetta er plantekra sem við kallum það hreinlega. Og það er enga skepnur eftir til að beita. Það er bara það allir konar einu. Og hvað gerist þá í þessum svæðum og þessum svæðum þar sem svona er háttað? Það er þá á 8 ára tímabili getur þetta farið þessu hérna, það sem er þetta opið og inn í svona. Og þetta er alveg dæmigert fyrir þetta sem er að gera sem að sé mjög hraðbreyting í Noregi. Því ég var að sjá 1977 til 1983. Þá var mikið þetta að fara og skoða svona. Það sem ég átta mig á þá var menningarlandslag, þetta er með mér að horfið. Og þetta er þá kulturlandslag sem er þá það svæði sem er eitthvað mestri hættu. Auk skógar sem eru þá urskó eða skógar sem er ekki ræktaður og við ná að þróast öðrulega. Þetta eru þessir náttúrutýpur sem eru mest í hættu og hvað er það sem veldur fyrir tegundum við útrýmingarhættu? Það er arealbrúk endringar þessar breytingar og landnýtingu sem er þá sérstaklega að það fór að taka land sem var náttúrulegt beitiland, úthagi, ræktan, setja á ábyrgð og tegundum fækkar alveg leið. Og það er sérstaklega þetta sem er þá, og þessar tegundir sem er þetta kamratölum að Svíþjóð, það hafa ekki mikið breyst, en er þá ennþá stærri. Og hversu margar þessar tegundir sem eru í hættu eru teitt af þessu landbúnaðarlandslagi, sem er þá þessi beit og styrmi sérstaklega. Og þetta eru frá því að vera 100% sem eru þá skriðdýr, óskar og fóstdýr. Og 77% sem eru bjöllur, fiðrildi og alls konar skordýr sem tengja spiltinu sem eru þá konar í veru útrýmingarhættu út af þessu. Við erum ennþá með okkar land hérna. Við erum ennþá með þessi svæði. Og þess vegna hefur maður, og ég bara stóra áhyggjur af því þegar þessi stóru áform skógrækt. Ég spurði umhverfisráðherra daginn því að bara gekk á hann og sagði betur skógrækt, þetta er ræktun. Þetta er ekki náttúrulega, þetta er ræktun. Þetta er náttúrulega, þetta er ræktun. Og hann sagði, þetta er ræktun. Og þá var það að þetta er ræktun. Betur, er það hlutverk umhverfisráðherra og umhverfisráðherra að stuðla að ræktun? Er það ekki bara atvinnuvegaráðuneyti sem á að gera það? Heldur náttúrulega nefndin á að vera hjá umhverfisráðuneytinu. Því þetta er, við viljum rugla saman. Skógrækt er talið náttúrulega í Íslandi. Ekki nokkuð öðru landi talið náttúrulega. Hérna nú með aðeins spurning. En þú ert akkur komið inn á þann stað. Það sem akkur nútíminn er með áróður fyrir skógrækt. Alveg eins og menn notuðu söguna sem áróður fyrir sjálfstæði. Við erum alltaf að nota einhvern hlut af menningararfinum eða umhverfinu eða sögur okkar sem áróður fyrir einhvern. Og þarna náum við svo langt að koma rækt inn í umhverfismál. Já. Og það er alveg ekki áróður í alls saman. Já, nákvæmlega. Það er áróður eitthvað sem að, eins og ég segi það er ekkert að þeir rækta land. En þá erum við að kalla því réttar nafni. Ræktun er ræktun og þá erum við að rækta land til þess að búa til timbur. Þá gerum við það.
ef við notum ekki eitthvað annað orð yfir það. Við náttúrulega búum alltaf til þess að leika ykkur sjálf. Já, ég er að setja spurningamerki við leikveldi því ég held að þetta sé eitthvað sem að við þurfum, þetta er sko með þegar við ætlum að setja 4 milljarða, eins og núna, í skógrækt til þess að binda kolefni. Eða þá þarf að spyrja, er þetta rétt? Hvað er að gera í leiðinni? Og sitkagrein til dæmis er núna svörtu listi í Noregi, það er sem sagt tegund sem er búið staðfestað dreifir sér, hún er svona ágeng tegund og það er búið að banna sitkagrein og það er skilyrði það að það er að taka alla sitkagreini skóga eigi að taka út og taka í burtu. En við erum ennþá að planta sér í okkur. Já. Beit er náttúruvernd, það er bara þannig og það er ekki það að hún sé slæm. Og ég sko tók þessa mynd fyrir mörgum árum, það var í þessu svæði sem fór mér, ég held að þetta verið í Íslandi, þar sem við vorum að reyna að slá einhverja bletti. Það er reist allstaðar að þetta er ekkert hægt. Þú heldur ekki við neinu svona tegundi sem vantar í, sem er að fara í útrýmingarhættu með því að reyna að slá í stað fyrir beita. Það hefur ekki sömu áhrif verið að vista, en líka þetta er svo mikið, þetta er svo óbáslega tegund, þetta er svo óbáslega sko erfitt og dýrt. Að það þýðir ekki, það verður að setja skepnundur á aftur og það bara að finna skepnundur á aftur og í þetta það bara horfna, það ekki til. Við erum allavega elda. Þú veist að hægni skotna allt þessi, sem við fyrir okkur morgun. Dóttir nú á henni ykkur hraunu en þá sem hún ykkur eða hún styrkir mikið unnistýnsmenn á henni að sagja. Við heimsóttum hana og þegar við komum þá var verið að reka hana að fá hennar ær úr einhverju girðingu þarna, en svo var annar maður með sláttor og að slá handana. Það var loðanóttunum bara að sjá þetta, þá voru þær reknar burt, en maður setti með sláttor til að slá þetta sem þær gátt best í étti sjálfur. Já, og hann hefur ekki skítið sjálfur, maðurinn með einhverju ræðforða sem var... Ég fannst þetta að slá þetta sko. Já, þetta er alveg, ég kom aðeins 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 eftir. Og þetta er gamalt verkefni frá Bretlandi sem heitir bara Eat the View. Og það er bara þeirra sko aðeins kvendaklöfi og þetta var það sem við komum niður á þessu verkefni sem vorum að skoða menningarlandslagi. Það þýðir ekki að reyna að sko ætta sér að halda við einhverju landi, einhverju landslagi, nema því að það sé eitthvað sem það tengist einhverju sko fjármennum, einhverju ekonomi. Og þá ætla langast að gera þetta að bara sko að búa til einhverja afurð úr landslaginu. Og það er það sem við erum að komast inn á núna, eða það sem ég er að koma inn á núna, það er að tengja þeim með ferðarþjónustuna. Það þarf að við ætlum að reyna að það þarf að þetta halda landið nokkru, þá það þarf að búa til kerfi og þarna var það Eat the View. Promote Sustainable Local Products. Þetta var það sem þeir voru komið út í Bretlandi til þess að reyna að skapa fjölbreytni í landslagi og blóði. Af því að við erum með allt saman. Og ég er ekki farin á það núna, en þessar rannsóknir sem ég er búin að vera að stunda síðustu árin þá að mæla kolefnisupptöku í beitilöndum. Til þess að reyna að mæla áhrif beitarnar. Og niðurstaðan bara mjög ágerandi, miklu meira ágerandi heldur ég hélt, ég nótt tímundi fá, að það bara beit, sko tölvöld mikið beit, eykur upptökuna og við mælum hreinlega meiri kolefni í jarðvegi. Það sem beit hefur verið bara tölvöld mikið í 40-50 ár en það sem voru að friða. Og þá höfum við verið að mæla í þessu gamlu svona kvenfélagsreitum sem voru alltaf settur upp hérna 1950, svo leysa það ekki rétt að mér. Magnús Greinar við plattaði kvenfélagsreitum hérna allt land. Þessi frímerki sem eru sett upp í bæi. Þetta var ákveðin andi, þetta er svona 50, upp á 50. Þá var það að byrja því að platta svona skóðum og þetta oft gyðingar sem eru þá bara við bæi, svo ferkantar við ykkur og svo þá bara gyðing og svo beituliðina. Og það bara einn gyrning sem skilur á milli þessara áratugi og þar mælum við þetta hreinlega bara. Það miklu meiri kolefni þá í jarðvegi sem þarna, sem beitur hefur verið ekki það sem ofan. Fyrir utan hvað þá að tegundir aðalega mosi yfirleitt innan þessari gyrninga. Þótt ekki verið planta skói akkur þarna sem við erum að mæla og það sem friðurinn hefur verið. Því það vantar traðt getur að bróta mosan og svo vantar líka beitin til þess að hveita grösum.
En þannig að okkar sauðfjárbeit og sauðfjárframleiðsla bara svakalega mikilvæg. Þetta ekki eitthvað sem má vera að minnka, við frekar að passa upp á að viðhalda þessu fyrir kolefnisbindingu, menningu og landslag og sögu og allt þetta. Og svo ætlum við að tala um afurðirnar. Það er það sem ég ætla að tala líka, því það er líka það sem ég hef verið að skoða í sambandi við beitina. Vegna þess að það er allt öðruvísi afurðir, að þeir skepnur sem koma út hafa heldur að ræktuðu landi. Plöntur hafa mjög mismunandi efnainnihald. Það sjáum bara best í öllu þessu náttúru lyfjum sem við erum með. Og það er þá háð oft vaxtarstað, vaxtastíma, stressi og það vil svo til að það eru, Kristín Ingólfsdóttir hefur verið að mæla töluvert svona efnum í ýmsum jurtum, hennar fyrrverandi háskólarektor, líffræðingur, og þar hafa verið það með hópa sem sagt verið með rannsóknarverkefni til þess að skoða efnainnihald í plöntum, mikið í fléttum, og það er alltaf öðruvísi efnainnihald í mörgum þessum plöntum á Íslandi miðað við sömu tegundir erlendis. Og það tengist vantilega því að þess að magna mörgum tegundum, mörgum efnum, eru þá viðbrögð við stressi, meiri frost, þíða, álag, umhverfis álag, eða þá hreinlega bara ljósmagnið sem við náttúrulega erum með mikið hérna á norðurslóðum. Þannig að okkar plöntur hafa mjög mikið efnainnihald. Það er eins og gerðum, antioxidantar og fleiri sko. Og fjallaplöntur þá sérstaklega. Og með þetta fitusýru sem verður frostinflæðis. Og svo er þetta fyrir frumuhimnur, ljósi og sem sagt þarna og yfirvarpiða útfjólubláum geislum. Þannig að þetta er mjög mikið breytileiki og þetta er þess að grösin hafi mjög lítið og þetta er bara frá og Dr. Þyrkir vinkonum minn í Nóri. Það sem að grösin höfðu mjög lítið af þessum sem svo vítamínið eða antioxidantina. Og við höfum þess aðeins prófað þetta. Guðjón Þorkelsson var með verkefni við sambandi hvannalambið, þar sem þau voru að beita og hvernig ætla að sjá hversu mikið myndi skila sér í afurðirnar. Veitir hvort það smökkuði þetta kjöt? Það var eins og maður bara borðið hálfið gera grill sko. Það var ótrúlega sterkt bragð. Hvönnin er náttúrulega líka mjög bragðsterk, en það er samt sem áður mjög sem sagt margar tegundir sem hafa. Og ég bara benda til að segja ég ætlaði að skrifa þegar ég bandabæði, þau ekki nú greið þar byrta þetta. Og þá var þetta sem sagt það erlendis þetta virkilega notað. Þeir nota markvisst þetta til að búa til sérstakar afurðir. Eins og dýragrassið okkar. Þetta píkulitla bláa, það vext líka í örpunum. Það er alltaf mjög lík örpunum, mjög lík þessari tegund. Og það er þá þegar að það er í blóma. Mjólkin sem kemur úr þeim kúm sem þær er að beita, þess að þetta er í blóma, er tekið frá og búið til sérstakar ostur, sem er sjálfur 10 sem höfðu verið með aðrar ostar. Það kemur ákveðið bragð sem er þá sérstaklega, þetta er merkt þessari plöntu. Og þetta er líka verið að gera þetta og þetta er alltaf svo merkilegt. Þetta er alltaf í Danmörku, þetta er á láglandi, þetta er svona búgarður, svona stór búgarður, sem er þá ung hjón sem tóku við af öllum hjónum, konan var frá bænum og þau beita sér í lífræna ræktun, eru með mjólkurframleiðslu, bæði með sauðfé og geitur. En það sem ég gera, þetta var bara þá búið rækt þetta land óskaplega lengi og það var engin tegundverðarkvæmt í þessu graslendi. Þau bara hreinlega fóru að sá inn. Bara sá inn til svo með fór sjálf í kryddjurtur. Og svo bara búaðu til bara mismunandi krydd í landinu, bara í engjanum, svo beita þessu á mismunandi. Þannig að þetta þegar starfsmennaföndur sem verður fyrir? Ó já, upsi, fyrirgeðu það. Þá bara hefðu þetta, bara þess að beita náttu þetta aðsett benda þarna, þetta sem voru að tala um þarna, þetta er notað núna á markvisst og það er verið að nota og leigja út flokka í Bandaríkjunum til sveitafélaga, til þess að hreinsa til. Og við erum að taka það eina sem ég sé að þessu er þessar kindur úr timbri sem eru þarna í Mosfellsbænum. Ég skil ekki akkur að setja ekki bara almennilega kindur á þetta og hægt að slá þetta. Er ekki bara komið tíma á einhverju svont að ekki sauðfjárbeitina til sín? Jú, já, En ég þá bara hætti hérna, en þetta er þess að ég ætla að taka þetta nýjast. Það var bara, við erum alltaf konumættur sýnt á staðið. Ég kannski með líka mikið. Þetta er þarna, ég ætla bara að benda þetta sem þessi með það svona þessi nýja stefnu í landbúnaði.
og sem er að horfa á Tibet sérstaklega sem er að koma inn núna og þetta hérna er grunnurinn og þetta fyrir að tala um hérna á Fossabæði. Það er þessi ofboðslega mikið magn róta þar sem að grasið er að leggja kolefni markvisst í jarðveginn og þetta verður jarðvegsstyrkjun og það er það sem við erum að horfa á svo mikla möguleika. Og það er spyrja einu, hafa eitthvað skoðað gömul tún eins og það sem hefur verið lífræn ræktun lengi eins og hérna Guðfinni? Nei, við hefum ekki gert það. Ég hef gert að skoða. Það er til rannsóknir frá Hollandi og það var jarðvegshópur jarðvegsfræðinga sem ekki trefuna lífræn ræktun, það er ekki verið hans í línu. Þau voru að skoða þetta og þau komið þetta alveg svakalega óvart. Þetta er miklu, miklu dýpra niður kolefni þar heldur hans. Það er nóga fólki sem er ekki séð að líka hérna. En þetta hérna, það er bændið og þetta til að skoða, þetta er verið að skoða það að breyta því túnbrunir og það er að þýðna. Það er komið sérst eftir rannsóknarverkefni í Síberíu, sem hérna fyrst ég sá að þetta var eitthvað vitleysa, því ég sá hverju voru með þetta og hverju hafa verið rannsakað og hverju eru með, þá er þetta ekki vitleysa. Þarna er verið að reyna að mynda graslenda nýjaleik í Síberíu með beit, ég er að koma alveg til að klárast og það er sem sagt, er þá þessi að binda grasvöll á túndrunni sem er fyrir að taka upp kolefni og binda og sem sagt stabilisera. Og þetta hérna eru gamlu grasvölli sem voru þarna sko fleiri 20 metra þykkum jarðvegi sem þetta er að fara upp, þiðna og þetta er alveg rosa mikið kolefni sem er þá að tala um þessa hættu núna. Heyrðu, þá ætla ég ekki að taka meira af þessu bara. Þetta er bara þakka þér fyrir, það er mjög áhugaverð.